Góðan dag og gleðilega nýsköpunarviku. Ég heiti Salome og er framkvæmdastjóri Icelandic Startups. Við ætlum að veita ykkur innsýn inn í starfsemi Icelandic Startups og hvernig við hjálpum frumkvöðlum og einnig að veita ykkur svona innsýn inn í þann frumskóg sem nýsköpunarumhverfi á Íslandi er og hvernig gott er að svona, fara í gegnum þetta umhverfi og hvernig það getur nýst frumkvöðlum og þeim sem að vilja koma fyrirtækjum á fót. Og síðan ætlum við einnig að gefa ykkur smá smjörþefinn af því hvernig við erum að hjálpa frumkvöðlum þegar þeir koma inn í prógram og verkefni til okkar. Þannig að til að byrja þá er okkar hlutverk að taka á móti frumkvöðlum og hjálpa þeim að láta drauma þeirra verða veruleika með því að hraða ferlinu frá því að hugmynd kviknar og þar til að vara komin á markað. Og við gerum það meðal annars með því að veita þeim þjálfun og fræðslu en líka með því að tengja frumkvöðla og sprotafyrirtæki við reyndari frumkvöðla, við fjárfesta og við sérfræðinga innan háskólans eða háskólana og í atvinnulífinu og aðra lykilaðila sem að geta opnað dyr og veitt ráð til þess að ykkar draumi verða veruleika. Icelandic Startups er non-profit félag, einkahlutafélag og svona stærsti einkarekni stuðningsaðili sprotafyrirtækja á Íslandi. Við erum í eigu Háskóla Íslands og Háskólans í Reykjavík, Origo, Samtaka iðnaðarins og Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins. Og þessir hluthafar okkar, þeir leggja okkur til á bilinu 5–10% af öllum okkar tekjum en restin síðan fjármögnuð í gegnum einstök verkefni sem við sinnum. Og þannig getum við boðið frumkvöðlum þjónustu án þess að þeir þurfi að greiða fyrir hana. Hér gefur að líta mitt öfluga teymi. Við erum fá en við vinnum líka með stórum hópi sjálfboðaliða og röðum háskólanemenda og síðan risastórum hópi mentora sem að koma að verkefnunum okkar. Mér finnst oft gott að lýsa starfsemi Icelandic Startups með þessari glæru. Þarna sjáu þið hvernig Icelandic Startups er hálfgerð regnhlíf yfir alls konar verkefni og viðburði sem að einmitt eru til þess fallin að hjálpa ykkur að taka fyrstu skrefin og styðja við vöxt fyrirtækja. Og alveg frá hugmyndastiginu þar sem við sjáum gullleggið yfir í síðan hraðlana og alþjóðleg samstarfsverkefni. Til að gefa ykkur innsýn inn í umfangið þá erum við að fá inn á borð til okkar á hverju ári að meðaltali 500 viðskiptahugmyndir. Og af þessum mikla fjölda þá getum við aðstoðað svona meira á dýptina, kannski 30–40 fyrirtækjum í gegnum gullleggi og viðskiptahraðlana og þá eru þau í raun og veru inn á kontór hjá okkur í alltaf 3 mánuði. En ótrúlega gaman að halda utan um þessa statistík og sjá hvernig aðsókn í verkefni hefur haldist jafnt og þétt, jafnvel þó við höfum farið í gegnum hagvöxt og uppvaxta tímabil. Og að því að oft hefur verið talað um hvernig dregur úr nýsköpun þegar að vel gengur en það hefur alls ekki verið svo. Gullleggið, mér langar aðeins að koma inn á það. Gullleggið er eitt rótgrónasta verkefni Icelandic Startups og er stofnað 2007 af háskólanemendum sem að vildu búa til plattform fyrir hugmyndir sem að spretta upp innan háskólana og styðja þær áfram. Og er í dag í gangi, fullum gangi og er verið að halda í 14. skipti og þetta er svona hefðbundin tímalína gullleggsins þar sem við byrjum á því að taka á móti hugmyndum og þátttakendur fara inn í ákveðið ferli sem eru 3 vinnusmiðjur og gefst síðan færi á að senda inn viðskiptaáætlun í rýni og inn í keppnina og þar eru valdar 10 stigahæstu hugmyndirnar áfram inn í sjálfa keppnina gullleggið. Og þá tekum við önnur vinnusmiðja og stuðningur og undirbúningur fyrir þennan hóp sem að fer síðan inn í ákveðin dómnefndadag þar sem að röðin af þessum topp 10 fyrirtækjum er valin
en það hefur nú reyndar sýnt sér sannað að allir þeir sem lenda í topp 10 hópi gullleiksins eru sigurvegarar, vegna þess að því hefur fylgt mikil fjölmiðla umfjöllun og svona athygli fjárfesta líka að lenda í þessum úrvalshópi. Og það er mjög gaman að skoða, við gerum könnun á 10 ára afmæli gullleiksins 2017 og skoðum aldursdreifingu þáttakenda og það er rosalega gaman að sjá hversu breiður hópurinn sem tekur þátt í gullleikinu. Og sömuleiðis atvinnugreinaflokkunin, að þarna erum við með þetta, jú, það er mikið af tæknilausnum, eðlilega, en gullleikið í raun og veru tekur við alls konar hugmyndum og allri breiddinni. Það eru engar hömlur á því hvers konar hugmyndir geta tekið þátt. Þetta geta verið vörur, þetta geta verið tæknilausnir, þetta geta verið í raun og veru bara hvað sem er undir sólinni. Og þarna fáum við aðstoð við að móta hugmyndina og taka svona allra fyrstu skrefin. Dæmi fyrirtæki sem að fara í gegnum gullleiki eru til dæmis Lölladol sem að hjálpar unga börnum að sofa betur. Það er búið að taka þarna upp andadrátt móður eða líki eftir andadrætti móður og setja á spólu og inn í dúkkuna. Og síðan er það Menika sem að við þreytur seint á að nefna. Þeir tóku þátt árið 2009 og eru fjártækni fyrirtæki sem að hefur vegnað afskaplega vel á alþjóðamörkuðum. Við erum líka með fyrirtæki eins og Controlant sem að eru að þróa eru að þróa búnað sem að fylgjast með hitastigi og staðsetningu á lyfjum og til dæmis núna þegar við förum að flytja bóluefni vegna kórónuveirunnar á milli staða, þá mun lausn Controlant eflaust gagnast mjög víða alþjóðlega. Þeir voru að taka við risastóri fjármögnun bara daginn, 2 milljörðum. Þannig að þeir eru á rosalega góðri siglingu og svo erum við með Mozilla sem er tónlistarskóli á netinu. En það er, eins og ég segi, það er svona einhvern veginn öll breiddin þarna inni og þetta eru, við getum séð yfirleitt yfir þessi fyrirtæki sem hafa lent í topp 10 inn á vefsíðu gullleiksins. En við erum líka afskaplega stolt af því að vinna með nýútskrifuðum nemendum Listaháskóla Íslands vegna þess að sigurvegari gullleiksins, hann hreppur ekki eingöngu 1 milljón króna í beinharðum peningum, heldur einnig fær hann verðlaunagrip til eigna og þetta eru ofboðslega fallegir gripir sem að hver og einn fara að eiga og það er yfirleitt líka yfir þessa gripi bara langt aftur í tíman yfir inn á gullleikssíðunni. Ótrúlega gaman að skoða þetta og þeir eru allir auðvitað bara hver með sinn keim á hverju ári. Og áfram kannski aðeins að tala samstarf Icelandic Startups á háskólana. Við vinnum mjög náið með háskólanum og höfum verið að gera samstarfssamninga við til dæmis Háskólann á Akureyri, Háskólann á Bifröst og Listaháskólann og erum í raun og veru, ég myndi segja að það væri kannski svona eina af okkar helstu sérstöðum hversu náið við vinnum með háskólanum. Það sem við gerðum fyrir nokkrum árum var að við komum á fót nýsköpunar- og frumkvöðlanemndum innan Háskóla Íslands og Háskólans í Reykjavík sem að vinna með Icelandic Startups allan ársins hring að fjölmörgu verkefnum og þar vegur auðvitað mest gullleikið og þetta eru hátt í 20 nemendur og þessir einstaklingar í gegnum tíðina hafa fengið rosalega spennandi tækifæri þegar þeir koma út í atvinnulífið vegna þess að þeir hafa fengið tækifæri til að fá innsýn inn í þessa sprotasenu og fengið að prófa sig áfram og stýra verkefnum, halda utan um markaðssetningu, tæknimál og annað. Þannig að þeir eru svona, náðu að skapa sér ákveðna sérstöðu í gegnum sitt nám með því að stíga inn í þetta umhverfi og starfa með Icelandic Startups. En eftir gullleikið þá taka viðskiptahraðalar oft við og viðskiptahraðalar eru raun og veru kannski næsta skrefið. Þar ertu búin að móta teymi kringum hugmynd og þú ert aðeins komin að stað jafnvel með hugmyndina. Sumir eru farnir að mynda tekjur og oft er þetta líka teymi sem að starfa innan rótgróinna fyrirtækja sem taka þátt í hröðlunum. Okkar svona flaggskip er Startup Supernova sem er unnið í samstarfi við Nova. En við bjóðum líka upp á fjölda annarra hraðala sem að leggja áherslu til dæmis á sjávarútveg og landbúnað. Það eru matvæli, snyrtivörur. Við erum líka með hraðal í orkutengdum iðnaði og líftækni og við erum með ferðaþjónustu og tónlist.
Þannig að það ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi í umhverfinu. En í þessum hröðlum þá erum við svolítið að leita eftir snjöllum og skapandi lausnum sem eru ætlaðar alþjóðamarkaði. Við viljum auðvitað vera að skapa fjölda starfa, við viljum vera að skapa verðmæti fyrir samfélagið og þess vegna mætum við vinnuna á hverjum morgni af því við trúum því að það sem við erum að gera verði til þess að efla okkar samfélag. Inn í svona hröðlum þá fá þátttakendur aðgang að breiðu tengslanetti mentora, þau fá þjálfun og fræðslu, aðgang að fullbúinni vinnuaðstöðu, þeir fá fullt af tækifærum til að efla tengslanetið og stundu fylgir fjármagn en alltaf undirbúningur fyrir samtal við fjárfesta og svona hröðlum líku mjög gjarnan með stórum fjárfestadegi þar sem að þátttakendur kynna hugmyndir sínar fyrir fullursala fjárfestum. Og hraðlarnir virka þannig að það eru 10 fyrirtæki yfirleitt valin eða alltaf 10 fyrirtæki valin inn í svona prógram sem við erum að vinna eftir alþjóðlega sannrændu ferli þar sem við veljum alltaf 10 fyrirtæki inn í hvern hraðal og eftir svona vönduðu umsóknarferli. Oft það þannig að það kannski berast 100-200 umsóknir inn í svona hraðal, við tökum 20-30 fyrirtæki í viðtöl og síðan veljum við upp á 10 fyrirtækjum sem taka síðan þátt í sjálfu prógraminu. Og á þessu 3 vikum, þar erum við skiptum oft niður í 3 fasa en þar erum við að rýna mjög vel í viðskiptalíkanið. Við erum að skoða og grandskoða viðskiptavinin sem við þurfum að setja í öndvegi. Við erum að rýna í virðiskjarnan. Við erum að búa til frumgerð. Við erum að fara yfir markas- og sölumál og rekstraráætlanir og síðan auðvitað undirbúning fyrir samtal við fjárfesta. Og eins og ég kom aðeins inn á áðan að þá þungamiðjan í okkar starfi sem slíku og í þessum viðskiptahröðlum sömuleiðis aðgangur að breiðum hópi mentora. Og þetta fólk sem hefur sjálft stofnað eigin fyrirtæki. Þetta eru fjárfestar sem fjárfesta í sprotafyrirtækjum á fyrstu stigum. Þetta eru einstaklingar sem hafa hjálpað fyrirtækjum sem eru komin aðeins lengra á veg og síðan þetta alls konar sérfræðingar á ýmsum sviðum. Og þið kannist örugglega við einhver andlit þarna í þessum hópi. En það sem við reynum líka að gera að draga inn í þennan mentorhóp okkar tengslanet á hinum Norðurlöndunum. Við leggjum mikið upp úr samstarfi við okkar kollega á Norðurlöndunum og áherslu á að tengja frumkvöðla einmitt við fólk sem hefur reynslu af því að byggja upp fyrirtæki eða vinna með öðru sem hafa byggt upp fyrirtæki. Dæmi fyrirtæki sem fara í gegnum hraðlega hjá okkur eru til dæmis lyfjafyrirtæki Florealis sem að framleiða viðurkennd jurtalyf meðal annars við mígreni og liðaverkjum og slíku. Við erum líka með þarna fyrirtæki sem heitir Captio sem hafa sett upp svona samskipta bókunar kerfi fyrir ferðaþjónustu aðila. Hvoru tveggja þessi félög eða fyrirtæki hafa vaxið út fyrir landsteinana. Florealis með starfsemi í Svíþjóð og Captio í Bandaríkjunum og Evrópu. Treysjó skemmtilegt fyrirtæki, var í hraðli hjá okkur fyrir 2 árum síðan. Þeir tryggja rekjanleika vöru og ferskleika vöru í flutningum. Og síðan það Lagi Power sem notar segulsvið í kringum háspennulínur til að framleiða raforku. Ótrúlega skemmtilegar hugmyndir og bara öflugar hugmyndir. Við erum síðan leggjum mikla áherslu eins og ég sagði á alþjóðlegt samstarf og kannski berum eitt nafnið okkar þess merki og undirstrikar þessar áherslur á að það skiptir máli fyrir okkur sem búum á þessari litlu eyju að vera í öflugum og virkum samskiptum við okkar við bara hið alþjóðlega samfélag og við
erum að stýra verkefnum sem að byggja á norrænum grunni eða taka þátt í norrænum samstarfsverkefnum sem að hjálpa síðan fyrirtækjum þegar þau eru í raun og veru, ef við hugsum þetta sem ákveðna keðju, þegar þau eru að koma út úr hröðlunum og jafnvel aðeins lengra að koma inn, þá er upplagt að taka þátt í verkefni eins og Tink sem er svona tækni hraðall í Palo Alto í Kaliforníu fyrir þau fyrirtæki sem að horfa til þess að vaxa á Bandaríkjamarkaði. Og síðan erum við með verkefni sem kallast Nordic Scalers sem er þá fyrir aðeins lengra komin fyrirtæki og þar erum við að í raun og veru vinna með sérfræðingum á hinum Norðurlöndunum sem er að styðja við vöxt þessara fyrirtækja út fyrir landsteinana. Og það sem við höfum líka gert, að við höfum líka skipulagt og gjarnan í samstarfi við Íslandsstofu og sendiráðin okkar erlendis, við höfum skipulagt sendiferðir með 100 sprotafyrirtækja á ráðstefnur erlendis og þá alltaf í þeim tilgangi að efla tengsl við aðra frumkvöðla eða fjárfesta. Og við höfum líka unnið með okkar kollegum á hinum Norðurlöndunum í því skyni að koma á framfæri og markaðssetja og byggja upp ímynd sprotasenunnar á Norðurlöndunum undir einum hatti. Og við komum á fót árið 2015 herferð sem hét Nordic Mate sem gekk akkurat út á þetta og fengum til þess styrki frá norrænu samstarfssjóðum og fórum til Asíu og Bandaríkjanna þar sem að við kynntum það sem var í gangi í norrænu senunni fyrir fjárfestum og fjölmiðlum þar. Og þið getur rétt ímyndað ykkur hvað það skiptir miklu máli fyrir lítið land eins og Ísland að fá að stilla sér upp við hliðina á Svíum eða Finnum með sínar risastóru dæmisögur, jafnvel þó við eigum okkar flottu nýsköpunarfyrirtæki. En þetta hefur gefist alveg afskaplega vel og er eitthvað sem við leggjum mjög mikla áherslu á að halda áfram að gera. Það er þessi svona að efla efla þessar norrænu rætur okkar. Við höfum alveg tröllatrú á því að þetta skipti gríðarlega miklu máli fyrir vöxt og viðgang sprotaumhverfisins á Íslandi. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra að sinni, ég vil bara hvetja ykkur eindregið til þess að hafa samband við okkur. Ef einhverju spurningar vakna, ef við getum eitthvað hjálpað ykkur, ef þið gangið með hugmynd í maganum, ef þið viljið taka fyrstu skrefin, að teygja ykkur út og við tökum á móti frumkvöðlum og öðrum hugmyndasmiðum á stuttu ráðgjöfufundum þar sem við erum að veita í raun og veru bara leiðsögn næstu skref og bara tökum fagnandi á móti því. En mér langar að kynna næsta upp hana Sunnu Einarsdóttur, samstarfskonu mína, sem ætlar að gefa ykkur svona, greiða kannski svolítið úr þessari flækju sem að nýsköpunarumhverfið oft vill verða í augum þeirra sem eru kannski ekki inni í þessari bublu sem við lifum og hrærast í. Hæ, öll sömul. Takk fyrir þetta, Salome. Ég heiti Sunna Halla Einarsdóttir og starfa hjá Icelandic Startups. Og ég er búin að starfa hjá Icelandic Startups núna síðastliðin 4 ár, en áður en ég byrjaði hér þá hefði mér aldrei órað fyrir því hversu mikil gróska og mikil kraftur er í nýsköpunarsennunni á Íslandi. Og finnst mér ég bara í algjöri forréttindastöðu að fá að vinna með öllum þessum sprotafyrirtækjum og frumkvöðlum alla daga til þess að hjálpa þeim að vaxa og dafna. Það er svona ótrúlega skemmtilegt umhverfi að vera í. Þannig að það sem ég ætla að fara yfir með ykkur í dag er rauninni fyrstu skref frumkvöðla. Þannig að það örugglega einhver hérna úti sem er að hlusta sem er með einhverja hugmynd í maganum sem langar að taka skrefið og fara lengra. Og ég ætla að fara svona aðeins yfir það, hvað er í boði? Hvað getið tekið þátt í, við hvernig er best að tala og þess háttar. Þannig að ég ætla svona aðeins að leiða ykkur í gegnum ferlið. En svona til að byrja með, hvað er það sem að kveikir áhuga á nýsköpun? Það getur til dæmis verið þessi viðburður, nýsköpunarvikan. Þið sjáu eitthvað skemmtilega viðburð sem að vekur áhuga. Það getur verið ráðstefna Advania, UT-messan,
hnakkaþon útflutningskeppni sjávarútvegsins sem dæmi og ykkur langar bara að pröfa eitthvað nýtt, ákveða að taka þátt. Hin eru þessi viðburðir sem eru í senunni, en svo bara spurningin, hvernig get ég svo byrjað? Hvert á ég að fara fyrst? Hvað þýðir þessi startup lingo orð? Þannig að þegar þið standið svona aðeins fyrir utan senuna, þá svolítið svona, virkast það svona smá eins og frumskógur, en leiðu þeir eru komin inn í senuna og byrja að taka þátt, byrja að hitta fólk, segja frá hugmyndinni, þá sjáu þið strax hversu mikil gróska í samfélaginu og hversu mikið fólk tilbúið að hjálpa ykkur að ná lengra. Þannig að ég ætla svona að leiða ykkur í gegnum þetta. Mér langar að nýta daginn til þess að fara eftir þessari mynd sem svona eitt ákveðið ferli frumkvöðla, allt frá hugmynd upp í hröðun og þar upp í vöxtinn. Og hvað svona í boði á hverjum stað fyrir sig. Þannig að þeir sem eru á hugmyndastigi, það geta verið þessi ráðgjafafundir, hackathon og frumkvöðlakeppnin. Og upp í hröðunina, þá það sprotasamfélagið, viðbrigðir, viðskiptahraðlanir og upp í vöxtinn þá eru þar alþjóðlega sóknin og fjármögnunin. Og við byrjum bara aðeins á hugmyndastiginu. Þá það til dæmis ráðgjafafundir, þannig að ef það einhver hér inni sem með hugmynd í maganum sem vill taka það áfram, þá bjóðum við hjá Icelandic Startups upp á fría ráðgjöf. Þá komið þér bara inn til okkar í hús, við setjumst niður, fáum okkur kaffi, förum yfir næstu mögulegu skref, tölum bara saman og tengjum ykkur þá mögulega við aðila sem að gætu hjálpað ykkur og ykkar vegferð eða jafnvel bent á okkur verkefni sem að gætu hentað ykkur. Næsta væri þá til dæmis að taka þátt í hackathoni. En fyrir þá sem þekki ekki hackathon, þá það í rauninni svona áskorunar keppni. Það lögð fram einhver áskorun í keppnina og inn að borði koma aðilar sem að reyna að finna lausn á því vandamáli sem áskorunin snýst um. Og það eru ótal mörg hackathon í boði hér á landi og eitt af þeim til dæmis Reboot Hack sem að sprottið innan úr háskólasamfélaginu af háskólanemum fyrir háskólanema. Annað Megathon sem svolítið skemmtilegt. Þá eru þau að nýta afgangsafurðir úr sjávarútvegi til þess að búa til ykkur verðmæti, fengu til þess tól og tæki og afurðir og áttu að búa til ykkur að vöru. Þannig að undir lokin þá voru þau komin með mörg hver bara tilbúna svona prótótípu af vörunni sem að voru að reyna að finna vanda eða lausn á. Þannig að það var ótrúlega skemmtilegt. Annað Climathon sem svona fyrir lausnir í umhverfis- og loftslagsmálum. Hacking Hekla einmitt opið fyrir umsóknir í það núna en þau eru að vinna með áskorunina í átt að sjálfbæri framtíð með nýsköpun í mat. Og það rauninni eimað fyrir þá sem eru á Suðurlandinu. Já, þetta svona bara dæmi þau hackathon sem eru í boði á Íslandi en þau eru ótal mörg. Svo næsta, þá það til dæmis gulleggið, eins og Salome nefndi áðan. Það einmitt fyrir þau sem eru svona á fyrstu stigunum, þannig að það frumkvöðlakeppnin okkar hjá Icelandic Startups og bara ótrúlega góður vettvangur til þess að prufukeyra og fá rýni á hugmyndina sína, búið til viðskiptamódelið, skapa tengslin, en það hægt að skrá sig í rauninni með eða án hugmynda líka, sem svolítið skemmtilegt, þannig að það hægt að para saman frumkvöðlana sem eru með hugmyndinar ásamt þeim sem að hafa áhuga að vinna með frumkvöðlum, þannig að einhverja forritarar mögulega sem að vantar hugmynd en eru tilbúin að vinna að, þá reynum að búa til vettvang til þess að þeir nái saman. Og við taka svo vinnusmiður og viðburðir og út frá því tilkynnum við svo topp 10 teymin sem að fá svona frekari þjálfun í gulllegginu og svo endar þetta á þessari kynningu fyrir dómnefnd. Og það til mikils að vinna, nokkra myndir frá því fyrra. Fyrir utan það að það milljón í verðlaun eins og Salome nefndi áðan, þá þetta bara ótrúlega góður vettvangur til þess að ná þessum tengslum, ná smá svona innsýn inn í nýsköpunarheiminn og bara fá að prufukeyra svolítið hugmyndina þína áfram. Auðvitað í þeirri vona að ná lengra og halda áfram. Þannig að við erum búin að vera með ótrúlega flott teymi sem hafa tekið þátt í gegnum árin hjá okkur eins og kom fram. Þá ætlum við svona aðeins að fara yfir í hröðunina.
þá er það í rauninni fyrir þá sem eru komin svona aðeins lengra en af hugmyndastiginu en þetta eru þeir sem eru þá mögulega búin að fara í gegnum gullleggið og hafa áhuga á því að taka til dæmis þátt í viðskiptahraðli. Og ég nefni líka þarna sprota samfélagi og viðburði sem eru svona gegnum gangandi þetta í gegnum bara allt ferli en það er það að vera dugleg að taka þátt í þessum viðburðum sem eru í boði, láta sjá sig og vera sýnileg en það skiptir sig svo miklu máli líka bara til að ná þessum tengingum og skapa ný tengsl og það er alltaf verið að tala um það að vera ekki að fela hugmyndina sína, þú veist, maður á að tala um hugmyndina og segja frá og þetta eru fullkomni vettvangur til þess að láta sjá sig, hitta nýtt fólk og fá rýni og spjallum hugmyndina. Og það eru ótal margir, náttúrulega svona pre-COVID, en það eru ótal margir viðburðir í senunni og ef þið fylgja okkur til dæmis á Icelandic Startups á Facebook þá erum við duglega að segja frá þeim viðburðum sem eru í boði hverju sinni. Og svo aðeins upp í viðskiptahraðlina sem að Salome líka fór yfir áðan en þeir eru ótal margir geirarnir sem eru vinsælir í rauninni fyrir startup-geirin. Þetta er orkan, við erum með ferð, tourism, fintech, food og svo fleira og fleira en þannig að það eru í rauninni ótal margir geirar þar sem nýsköpurinn nær að njóta sín. Og er yfirleitt yfir þá viðskiptahraðla sem eru staðsettir á Íslandi. Nokkrar af þeim eru keyrðir á okkur í Icelandic Startups, eins og til sjávar og sveita í landbúnaði, sjávarútvegi og smásölu. Startup Supernova sem er svona fyrir lausnir sem að hafa áhuga að skoða svona stærri markaði en bara á Íslandi. Svo er það Firestarter sem er fyrir tónlistatengt sprotafyrirtæki, Startup Tourism fyrir ferðaþjónustutengt sprotafyrirtæki sem við höfum verið að keyra og Startup Social sem er fyrir svona social responsible lausnir, ég má sletta aðeins. Svo er nýr hraðall sem heitir Orkidea, en ætlunin með honum er að stuðla nýsköpun og rannsóknum á sviði hátækni matvælaframleiðslu og hann líka með fókus á Suðurlandi sem er svolítið skemmtilegt en hann verður auglýstur síðar og fer fram núna í vetur. Og Startup Vestfjörðs er annar svona viðskiptahraðall sem er haldinn á Vestfjörðunum. Hann er þetta er ekki hraðall, heldur svona að vera að taka úr aðstæðunum og sett svona út í sveit á Vestfjörðunum og fær svona ró og næði til þess að vinna að hugmyndinni, þannig að þetta hljómar ekkert smável. Viðskiptahraðall er hraðall, þannig að það felst í því að við erum að hraða ferlinu, þannig að þetta eru svona rosalega kraftmiklar 10 vikur þar sem við erum bara að drilla ofan í viðskiptamódelið og fá endurgjöf frá mentorum sem að Salome nefndi áðan og fá alltaf rýni á hugmyndina og fá bara tækifæri til þess að þróa hann áfram, bara undir leiðsögn sérfræðinga og annar aðila. Og svo endar þetta allt saman á svokölluðum Investor Day eða Demo Day, þar sem þið eru að kynna ykkar hugmynd fyrir fullum sal og fjárfestum og góðum gestum og fá tækifæri til að skína. Startup Supernova er hraðallinn sem fór fram núna hjá okkur í sumar. Eru bara nokkrar klippur eða myndir af því. Er dæmi fyrirtæki sem fór í gegnum til sjávar og sveita. En þetta eru yfirleitt að margar hverjar svona matvælalausnir og svolítið skemmtilegt að þarna til dæmis Vita Viking sem er með viðburð líka á nýsköpunarvikunni og íslensku Dút sem var svona að taka sín fyrstu skref í viðskiptahraðlinum en er núna byrjuð að selja vörur og er helst þeirra stærsti markaður erlendis. Það er ótrúlega gaman að fá að fylgjast með þeim vaxa og dafna þessum fyrirtækjum sem fara í gegn. Þá förum við svona aðeins yfir í vöxtinn og þá er það mögulega, þá ertu kannski búin að fara í gegnum þessu viðskiptahraðla og komin aðeins lengra og farin kannski að skoða alþjóðlega sókn eða vantar mögulega fjármagn til þess að ná lengra. Og aðeins bara alþjóðlegu sóknina, við til dæmis hjá Icelandic Startups höfum verið að fara svona í sendiferðir með sprotafyrirtæki. Þá og mikið einmitt í samstarfi við norrænu senuna eins og við komum inn á og
þá eru til dæmis með viðburði erlendis þar sem við erum bara að vekja athygli á því sem að býðst hér á landi, þannig að vekja athygli á íslensku sprotafyrirtækjunum, mögulega til dæmis í Silicon-dal og fleiri stöðum og aðstoða sprotafyrirtæki að undirbúa sig fyrir ráðstefnur eins og Slush sem er svona eiginlega stærsta tækniráðstefnan á Norðurlöndunum sem haldin einu svona ári. Var aflýst í ár en við mögulega skipuleggjum aðra ferð á næsta ári en hún er ótrúlega flott og glæsileg ráðstefna. Nordic Innovation House, þetta er eiginlega svona vettvangur ef þú ert að skoða ákveðna markaði í ákveðinni borg, þá getur þau farið inn, svona tappað inn á þeirra net og þau fá það aðgang að þeirra tengslanetti og þeirri reynslu, þannig í rauninni, og þau eru staðsett í New York og Silicon-dal og í fleiri borgum. Svo aðeins yfir í fjármögnunina, en við tölum svona aðeins þetta er svona venjulega blanda af til dæmis styrkjum sem er náttúrulega ódýrasta fjármagnið og FFF sem er Friends, Family and Fools. Svo getur verið fjármagn frá englafjárfestum en englafjárfestar eru fjársterkir aðilar sem eru að fjárfesta í nýsköpun. Svo stundum fjármagn í viðskiptarhöðlunum og hópfjármögnun, það er hægt að ná peningum í gegnum það og equity crowdfunding líka og svo eru þessi vísisjóðir. Það er svona aðeins að stikla á stóru bara varðandi þessa styrki sem eru í boði núna og mögulega opið fyrir umsóknir sem gæti mögulega hentað einhverjum ykkar hér. Landsbankinn er til dæmis með samfélagssjóð, Landsvirkjun líka með samfélagssjóð ásamt BIGO. Íslandsbankinn er einmitt opið fyrir umsóknir núna í sinn frumkvöðlasjóð en það er opið fyrir umsóknir til 27. október, þannig að ég hvet ykkur eindregið til þess að kanna það, hvort að það geti hentað ykkur. Matvælasjóður er nýr sjóður sem er fyrir matvælaiðnaðinn, eða matvælaiðnaðinn í nýsköpun, þannig að það er enda nýbúið að loka fyrir umsóknir en ef þið skoðið þennan sjóð og skoðið hvernig opna fyrir næst, þá er þetta, getur þetta verið virkilega gott fyrir þá sem eru svona á fyrstu stigum og jafnvel þá sem eru komin lengra, þannig það er svona í mismunandi flokkum. Hönnunarsjóður hefur stundum líka verið auglýsettir styrkbeinum, atvinnumál kvenna sem eru styrkir til kvenna með góðar viðskiptahugmyndir. Frumkvöðlaauður sem er undir hjá Kviku og svo þetta má ekki gleyma nefna tækniþróunarsjóð sem er í rauninni, þetta eru stærstu svona sprota styrkirnir á Íslandi og þetta eru svona mjög veglegir styrkir og fyrir þann sem er að sækja í þessa styrki það þarf að passa það að gefa sér góðan tíma í skrifin og skoða líka hvaða flokkur myndi henta þér. Ég held að þau hjá Tækniþróunarsjóði veita ráðgjöf í rauninni hvaða flokkur myndi henta þér og muni bara gefa sér langan tíma í skrifin og góðan undirbúning. Ég ætla að nefna þetta aðeins poppin sem partners. Þau sem sagt veita þá þjónustu að aðstoða fyrirtæki að skrifa svona styrktar umsóknir og setja ég linkanni og eina grein sem er svolítið góð sem ég skrifið núna á árinu. Þetta er svona yfirleitt yfir ákveðna styrki og svona niður á flokka. Þannig að ég geti séð svona hvaða styrkir eru í boði og hvað geti hentað ykkur. Svo eru þau líka með svona styrkta dagatal sem við bjóða upp á síðunni á sér. Þannig að þið geti náð í frítt styrkta dagatal og geti þá séð í rauninni hvenar ákveðnir styrkir eru að renna út. Og tekið þá tíman frá til þess að sækja um. Everis er önnur þjónusta sem er aðstoða sprotafyrirtæki og önnur fyrirtæki að sækja stærri styrki til dæmis til Evrópu og annarra landa. Og þið getið tjekkað á því ef það er eitthvað sem hentar ykkur á þessu stigi. En hvað er svona gott að hafa í huga þegar að skrifa svona styrktar umsóknir? Það er rosalega mikilvægt að lesa rosalega vel reglur styrktarsjóðsins en það eru ákveðnar kröfur sem maður þarf að uppfylla og mikilvægt að fara alveg eftir því. Ég myndi mæla með að fá aðstoð við yfirlesturinn
Suma gæti kannski verið svolítið flóknar í útfærslu og að fá bara rýni á eitthvað sem er með reynslu, það margborgar sig. Við erum að skýra rekstraráætlun, gefa sér aftur góðan tíma í skrifin og vera með viðskiptamódelið alveg á hreinu. Svo er það þessi hópfjármögnun og er bara dæmi nokkur slík eins og Karolína Fund sem er hið íslenska, en þá erum við í rauninni að sem dæmi þá erum við kannski með einhverja vöru sem ykkur langar að framleiða en vantar peningi núna til þess að geta framleitt vöruna og farið svona í vöruþróun. Þá geti sett út svona herferð og óskað eftir að fólk styðji við ykkur í þeirri von að geta sent þeim svo vöruna seinna þegar hún er tilbúin. Er svona dæmi sem ég ætla líka að skilja eftir fyrir ykkur ef þið viljið skoða þetta nánar, en getið séð svona mismunandi síður sem að bjóða upp á svona hópfjármögnun. Kickstarter, Indiegogo, Karolínu Fund og fleiri. Svo förum við yfir í íslensku vísisjóðina. Þetta þessir 6 sjóðir sem eru að fjárfesta aktív, eða eru að fjárfesta í nýsköpun á Íslandi. Maður sér núna að það er alveg mikil gróska í vísissjóða senunni, en það er verið að reisa í nýja sjóði. Þannig að það verður spennandi að fylgjast með því. En þetta eru Krópur í Capital, Frumtak Ventures, Brunnur, Eyrir Invest, Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins og Iceland Venture Studio. Og þegar þið eru komin á það stig að þurfa fjármagn á seinni stigum, þá er að gera að setja sig í samband við þessa sjóði og heyra í þeim hljóðið. Þannig að þetta var svona hröð yfirferð í rauninni bara frá hugmyndastiginu aftur hröðuninn og upp í vöxtinn og mögulega er eitthvað þarna sem að þið getið nýtt ykkur svona á ykkar vegferð. Og svo eru auðvitað fullt af öðrum aðilum á markaðnum sem að vert er að nefna. Ég vil taka fram að þetta er ekki tæmendalisti, alls ekki, en mér langar bara svona rétt að fara yfir þá aðra aðila sem eru að aðstoða frumkvöðla í þessari senu, aðri svona stuðningsaðilar, svona þeir aðilar sem vilja hjálpa ykkur að ná lengra, en það eru auðvitað við hjá Icelandic Startups, það er Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Auðna Tæknitorg, svo er það Sjávarklasinn sem er með bláa hagkerfið, hjálpa og styðja við þá sem eru með einhverjar sjávartengdar afurðir. Íslenski ferðaklasinn er fyrir þá sem eru í ferðaþjónustunni og eru þau með líka hinn ýmsu verkefni sem að geta hjálpað þeim geira og svo þetta fjártækniklasinn. Svo eru hinn ýmsu verkefni og viðburðir sem eru í senunni bara yfir allt árið og þetta er náttúrulega bara, þetta eru örfá dæmi sem eru uppi á glærunni en bara leiður eru komin svona inn í senuna og eru byrjuð að taka þátt, það sjáum við bara hvað það er mikið í boði. Og þetta er Gulleggið, þetta eru hraðlarnir, þetta er Nýsköpunarvikan sem er þessi nýja vika og verður vonandi bara áfram næstu árin, frábært framtak. Þetta eru Hackathonin, þetta eru erlend svona samstarfsverkefni eins og Nordic Scalers sem er fyrir þá sem eru að leita á erlendmið og Tink sem er viðskiptahraðall staðsettur í Silicondal. En við sendum svona árlega 2-3 fyrirtæki þangað til þess að taka þátt í hraðli og byggja upp tengsl erlendis. Og svo eru bara ótal mörg önnur. Og svo líka varðandi ráðgjöf. Það eru ýmsir aðilar á markaðnum í dag sem eru að veita ráðgjöf til frumkvöðla. Það er til dæmis eins og frumkvöðlar. Þeir eru með ýmsu námskeið og fræðslu hjá sér. Float and Gather, þau eru með svona go-to-market og growth ráðgjöf. Poppins and Partners, þannig að ég nefndi aðeins áðan, þau eru með aðstofi styrktar umsóknarskrif og fleira og bjóða upp og líka fría ráðgjafafundi til þess að meta svona næstu skrif fyrir ykkur. Rata, þau eru að efla einstaklinga og fyrirtæki og eru að styðja líka við frumkvöðla, einyrkja og sjálfstætt starfandi sem eru með lítinn rekstur. Hugverkastofan, þau eru að aðstoða fyrirtæki með hugverkaréttinn sinn og KPMG sem dæmi, þau eru líka með svona sprotaprógram sem þau bjóða frumkvöðlum.
En þetta alls ekki tæmandi listi. Þetta bara stutt yfirlitið yfir þá sem að okkur datt í hug. Svo það coworking spaces sem raunir svona frumkvöðla setur. Þá gefst þér tækifæri til þess að vera í kringum fólk, leigja borð eða leigja skrifstofu og vera í kringum svona kreðsuna og þá sem svona í svipuðum sporum og þú. Og hérna líka nokkuð dæmi þau setur sem eru í boði núna í Reykjavík og þetta Gróska, en Gróska nýtt ný bygging sem að rísa í Vatnsmýrinni og þetta á að vera bara svona suðupottur nýsköpunar. CSP nýflutt inn og fleiri fyrirtæki að flytja núna bara á næstu vikunum. Þannig að það verður gaman að koma þangað. Innovation House eru líka með skrifstofur til leigu. Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Hús sjávarklassans, Musterið, Kvorter, Fjártækniklassinn og svo Seri sem frumkvöðlasetur í Háskólans í Reykjavík. Hérna Gróska, en hérna verður einmitt aðsetur Icelandic Startups núna bara á næstu vikum og við erum bara ótrúlega spennt að fá flytja inn og vera í þessari með grasrótinni og vera svolítið í kreðsunni og fá að kynnast fleiri frumkvöðlum og fá að bjóða ykkur í heimsókn. Það sem mig langar að hvetja ykkur til þess að gera í dag að taka þátt. Takið þátt, mætið á þessa viðburði sem í boði, aflið ykkur þekkingar og skapið tengslin, segið frá hugmyndinni, þetta ykkar barn en verið óhrædd við að tala við fólk og fá endurgjöfina og skapa tengslin og bara koma svolítið svona inn í samfélagið. Það við tekum vel á móti ykkur sko. Og hérna eru svona nokkrir aðilar á lista sem ég myndi mæla með bara svona fylgjast með og skoða, en það náttúrulega Icelandic Startups, Norstak sem eini svona íslenski fréttamiðillinn sem að fjalla nýsköpun á Íslandi. Hann á ensku og ef þú hefur áhuga á því að fá svona fréttir og fróðleik nýsköpunarsenuna á Íslandi, þá myndi ég mæla með að skrá mig á fréttabréfi og fylgja mig á Facebook. Þetta eru ótrúlega öflugir. Svo ein íslenski frumkvöðlar á Facebook. Það hópur sem mjög aktífur og mikið að gerast þar. Þannig ef við hafa áhuga svolítið að komast inn í það, þá myndi ég mæla með að joina það. Svo eru svona hinir ýmsu hópar. Það eru matafrumkvöðlar fyrir þá sem í matvælageiranum. Það Korka fyrir konur í nýsköpun og sprotafyrirtækjum og Women Tech Iceland fyrir þær sem í tæknigeiranum. Þannig að ef það eitthvað svona, og já, fullt af fleirum. Þannig að ef þið kíkið á okkur hjá Icelandic Startups, þá getur við líka bara leiðbeint ykkur áfram hvað hentar þér og hentar ykkur hverju sinni. Þannig að þetta var það svona helsta. Ef þið langar að vita meira, þá langar mér að hvetja þið til að vera í bandi við ykkur hjá Icelandic Startups. Við erum í rauninni bara hér fyrir ykkur. Það okkar markmið að aðstoða nýsköpunarsenuna og hjálpa fyrirtækjunum að vaxa og dafna og tengjast. Þannig að ekki vera hrædd við að hafa samband. E-mailið okkar þarna á glærinu hello@icelandicstartups.is og sendið okkur línu, kodd í kaffi og við tökum ótrúlega vel á móti þér. Hlökkum til að sjá okkur og takk fyrir mig. Já, komið þið sæl. Freyr heiti ég og ég hef verið verkefnastjóri hjá Icelandic Startups núna í rúmt ár. En minn bakgrunnur hugbúnaðarverkfræði og svo ég einnig með gráðu í frumkvöðlafræði og stjórnun nýsköpunar. En ég ætla aðeins að tala mótun viðskiptahugmynda og þá kafa aðeins ofan í viðskiptamódelið eða viðskiptalíkanið og svona hvaða máli það skiptir fyrir ykkar fyrirtæki. Og svona til að taka gott dæmi þetta, þá fræg saga af Xerox frá alveg árinu 1959 þegar að ljósritunarvélin hét eitthvað módel 914 kom út og það alveg 60 ár síðan, en enn í dag þetta bara eitt frægasta dæmi hvernig svona smá breyting á tekjumódeli getur skipt sköpum fyrir fyrirtæki. Og þetta var í rauninni algjörlega byltingakennd tækni þegar þeir komu með þessa vöru á markað árið 1959, en það gekk samt ekkert að koma henni á markaðinn þar sem að
hún var alveg 6 sinnum dýrari heldur en þær vélar sem voru nú þegar á markaði. Þannig að það sem að Xerox ákvað þá að gera voru að leigja hana bara út frekar ódýrt og sjá þá algjörlega viðhald og allt sem því tengdist, allri þjónustu, en bættu við að ef fyrirtækin voru að afrita fleiri en 2000 eintök á mánuði, þá myndu þau þurfa að borga nokkur cent fyrir öll umfram afrit. Og ástæðan fyrir að þetta hljómaði sem nokkuð galin hugmynd var að því að fyrirtæki voru almennt á þessum tíma ekkert að afrita fleiri heldur en 15 eintök á dag. Þannig að þeim fannst heldur ólíklegt að þeir myndu fara yfir 2000 á mánuði. En svo bara áttaði fólk sig á því hversu góð vélin var í rauninni og héldu þá, og já, það leið ekki á löngu þar til að hvert fyrirtæki var byrjað að afrita fleiri en 2000 eintök bara á dag. Og á næstu 12 árum þá hækkuðu tekjur Xerox frá $30 milljón á ári og upp í $2,5 milljarð á ári, sem að jafngildir 40% vexti árlega í 12 ár, sem er alveg hröð stækkun. Þannig að þið sjá bara að vera með sterkt viðskiptalíkan getur skipt sköpum fyrir ykkur. En svo var það árið 2004 sem að þessi maður, Alex Osterwalder, skrifaði doktorsritgerð sem var seinna bók sem fjallaði það hvernig hægt var að koma heilu viðskiptamódeli á eina síðu. Og úr þessu var til tól sem að kallast Business Model Canvas sem ég fer betur í á eftir. En hann, Osterwalder, hafði tekið eftir því að mörg fyrirtæki eyddu heilu mánuðunum í að búa til hérna fullkomna viðskiptaáætlun en áttu sig svo á því að sumar af þeirra fyrstu tilgátum voru einfaldlega ekki réttar og þá þurftu þeir jafnvel bara að endurskrifa alla viðskiptaáætlunina. En þetta gerist þegar fyrirtækin höfðu ekki samband við sinn markup nógu snemma. Og þetta rímar við það sem að þessi maður, Steve Blank, sagði ítrekað þegar hann kom með Customer Development aðferðina sem hann þróaði, sem er sem sagt þróun viðskiptavinarins. Og hann sagði einmitt bara no business plan survives the first contact with customers. En þessi Steve Blank er ákveðin rockstjarna í þessum frumkvöla heimi, en þessi aðferðafræði sem hann kom með er einmitt það sem bókin Lean Startup byggir upp á. En höfundur bókarinnar Eric Ries var einmitt nemandi hjá honum Steve Blank og ég mæli eindregið með þeirri bók. Og öll þessi Lean Startup aðferðafræði, hún byggist á því að þegar verið að þróa nýja vöru þá er best að vera með tengsl við mögulega viðskiptavinina bara frá fyrsta degi og koma þá með tilgátur og fara út úr byggingunni og tala við þennan kunnahóp til að sannreyna þessar tilgátur og ítra svo viðskiptamódeli. En ég er ekki að segja að viðskiptaáætlun sé slæmur hlutur og því ég er ekki að gera hana. En það er bara skiptir máli að byggja hann ekki alla upp á tilgátum sem hafa ekki verið sannreyndar. Þannig að þá koma einn svona tól eins og Business Model Canvas sem er bara gott tól til að byggja upp heildarmyndina, ná öllum teymismeðlunum á sama blað og prófa sig áfram. Svo þegar þeir eru komið góða mynd á þarfir kúnnanna, þá getið þið farið að skrifa viðskiptaáætlun. En svona Canvas er í stöður uppfærslu. Þetta er bara eitt af þessum tólum sem á bara að þróast með fyrirtækinu bara á meðan það vex. Og við notum post-it miða á okkar Canvas, þannig að við séum ekki að skrifa beint á hann. Þannig að það sé auðvelt að breyta og færa á milli og bæta við. Og bara reynum að gera mistökin snemma í stað þess að gera stór mistök seinna. En það er nefnilega alveg styrkleiki í því að vera sprotafyrirtæki, að vera lítið fyrirtæki. Því að þið getið hreyft ykkur miklu hraðar heldur en þessi stóru fyrirtæki. Þannig að það eru alveg kostir sem að sprotafyrirtæki geta nýtt sér. Og þá er svo gott að sjá það bara snemma, bara ok, þessi aðferð er ekki, hendur okkur ekki, en þá getum við aðeins bara farið tilbaka, breytt henni örlítið og haldið áfram þeirri stefnu. En svona höfum við Business Model Canvasin. Þetta eru bara 9 reitir sem sýna svona í fljótu bragði hvað reksturinn snýst. Þessi canvas hefur náð alveg ótrúlega vinsældum á meðal fyrirtækja, bæði stóra sem smáa. Og það er meðal annars hvernig þessa canvasin er áþreifanlegur. En við erum yfirleitt með bara svona cirka svona A2 stærð, þannig að það sé auðvelt að nota post-it miða á hvert reit.
Og þá er svo gott að geta bara tekið svona með sér á fund þegar stjórnin er að tala saman eða bara teymismeðlimir og geta fyllt út canvasin. Hann á ekki að taka lengur tíma heldur en 20 mínútur og þá eru allir á sama stað og svona skilja út á hvað reksturinn snýst. Þannig að hann á það til að gleymast í ákveðnum smáatriðum oft þegar líður á. Það er svo til alveg margar útfærslur af þessum business model canvas og svo þekktasta er líklegast lean canvasin. En sem sagt business model canvasin var sem sagt læsensaður undir því sem kallast Creative Commons, en það er þegar að höfundur vill leyfa öðrum að deila og nota og bæta við hann. Og það var einmitt það sem að hann Ash Maurya gerði þegar hann ákvað að bæta inn reytum sem að tengdust meiri áhættunni við það að reka lítið fyrirtæki. Og kom þá með og breytti honum bara örlítið og bætti við þessum reytum sem að veru meira svona einblíndum meira á vandamálið. Því að flest sprotufyrirtæki verða til því þau eru að leysa ákveðið vandamál. Og þetta eru bara 4 reytir sem er bara vandamál, lausn, lykil, mælikvarðar og reytur sem er bara unfair advantage, sem er rauninni af hverju eru þið rétti aðilinn til þess að gera þetta. Af hverju getur ekki hver sem er komið inn og gert nákvæmlega sem þið eru að gera og tekið yfir. En ég ætla að fara svona aðeins yfir hvern og einn reit fyrir sig. Svona lítur á lean canvasin út. Og það skiptir engu máli í hvaða röð þið fylla hann út. Það er bara að fer algjörlega eftir ykkar höfði. Mér finnst þægilegast að byrja á customer segmentinu og eins og ég sagði áðan þá mælum við með að nota bara post-it miða og þá er gott að hafa þá í sitthvorum litnum eftir hvaða markup þið eru að tala við. Þannig að förum í markupinn. Fyrir hvern er þjónustan? Hver eru mikilvægustu viðskiptavinirnir og hvað skiptir máli, hvernig aðgreinið markupinn? Skiptir máli hvernig þið nálgist markupinn eftir kyni eða eftir aldri eða skiptir innkoman máli hjá viðskiptavininum? Og svo er þarna fyrir neðan reytur sem kallast early adopters. Hann bætti honum bara við aukalega inn í reytin bara til þess að fá ykkur til að hugsa þessum svona við hverja nálgustu fyrst. Og það er einmitt fræg saga af fyrirtækinu Airbnb þegar þeir voru að byrja. Þá tóku þau þátt í einmitt viðskiptahraðli sem heitir Y Combinator, sem er svona eitt stærsti viðskiptahraðall í heimi. Og þeir voru búin að vera lengi svona á sama stað og voru ekki að vaxa neitt af viti. Og þeir hafa talað um það að verðmætasta ráðið sem þeir fengu var frá honum Paul Graham sem einmitt sér þann viðskiptahraðal. En hann settist niður með þeim og talaði við þá mikilvægi þess að finna 100 einstaklingar sem að gjörsamlega elska vöruna og hvað það skiptir miklu meira máli heldur en 1.000.000 einstaklingar sem að finnst bara allt í lagi. Þannig að þeir rýndu þá í hvern og einn kúnna hjá sér og sáu alveg hvað var að. Þetta var náttúrulega fyrir tíma eða áður en að myndavélarnar voru orðnar svo góðar í símanum hjá okkur að það var mjög augljóst að myndirnar voru ekki í frábærum gæðum. Þannig að þeir fóru þá bara bönkuð upp á hjá hverjum einum með atvinnuljósmyndar og buðust til að taka myndir fyrir hvern og einn. Og það var þá fyrst sem aðal vöxturinn kom hjá Airbnb. Þannig að þetta er mikilvægur reytur bara að minna sig á hverjir eru okkar fyrstu kúnnar og reyna að byggja svolítið fyrirtækið upp á þessum fyrstu kúnnum. Bara einn kúnn í einu. Svo færa okkur yfir vandamálið. Hvað er svona helsta sem að þessir markupar eru að kljást við? Og það er fínt að hafa svona 1-3 vandamál fyrir hvern og einn. Og svo er lausnarreiturinn þar hliðina sem og hann er minni viljandi. Og það er vegna þess að það er allt oft sem það gerist að svona fyrirtæki verða hrifin af sinni lausn og gleyma þá svolítið af hverju erum við að koma með þessa lausn. Og þetta kallast að vera svona fítusaglaður til dæmis þegar fólk er að bæta við á fullu einhverjum fítusum við sína vöru sem að þeim finnst vera geggjuð en hætta síðan nokkurn veginn bara að spá í af hverju erum við að gera þetta til að byrja með. Hverjir eru helstu þarfir hjá okkar viðskiptavinum? Færum okkur svo í value propositionið, eða virðist kjarnan. Það er bara gott að hafa þarna svona einhverja nokkuð catchy línu sem að grípur áhugann strax, eitthvað svona sem að lætur fólk vilja vita meira.
Og þarna fyrir neðan er high level concept sem bara ef að það hægt að líkja þessu við eitthvað þekkt fyrirbæri, eitthvað þekkt fyrirtæki sem að úti, eins og segjum svo að þið væruð með hugbúnað sem að leyfði bílaeigendum að leigja út sína bíla í einhverja skammtímaleigu og þá eru þau nokkurn veginn orðin eins og Airbnb fyrir bíla. Þannig að það þarf ekki að vera að sé til eitthvað sem á við ykkur, en þetta oft bara góð leið til þess að útskýra hratt hvað ykkar fyrirtæki snýst. Svo fyrir við í lykilmælikvarðana og þetta þarf ekki alltaf að vera í peningum. Það getur verið, ef þið eru með app, skiptir á máli hversu margir eru búin að ná í það, eða eru þið með vefsíðu og skiptir á máli hversu margir hafa komið inn á vefsíðuna, eða er það að áttu ykkur kannski á því að sámælikvarði skiptir ekki máli, heldur er það hvað þið gera inn á vefsíðunni og þetta er svona til að hafa það bara í huga hvaða mæleiningar skiptir ykkur máli. Og svo það dreifileiðirnar, með hvaða leiðum komum við vörunni eða þjónustunni til viðskiptavinarins og hvernig erum við í sambandi við hann. Og það getur verið einmitt á samfélagsmiðlum eða er þetta bara sölumenn, ef við erum að hringja í viðskiptavinan og bara hugsa svona hver er svona hagkvæmasta leiðin til að koma vörunni þjónustunni til skila til viðskiptavinarins. Og svo þarna fyrir neðan eru kostnaðarliðirnir og svo bara hvernig aflið tekna. En kostnaðarliðirnir eru bara hvað er það sem þið þurfa að borga fyrir og hérna þarf ekkert að fara eitthvað nákvæmlega í tölur eða útreikninga. Þetta er bara hvað þurfum við að borga fyrir og þetta er oft, þetta eru laun, markaðskostnaður og eitthvað svona almennt. Eitthvað viðhaldskostnaður, leiga á rými og svo eru revenue streams eða hvernig aflið tekna. Það eru þið að selja eitthvað, einhverja vöru, er þetta áskriftarleiðir eða fáið þið prósentu af sölu. Og svo er það síðasti reiturinn sem er jafnframt sá erfiðasti. Bara af hverju eru þið rétti aðilinn til að gera þetta? Hafið þið eitthvað umfram aðra til þess að það sé ekki bara auðvelt fyrir hvern sem er að koma og gera nákvæmlega sem þið að gera. Og það er mjög eðlilegt að þessi reitur sé bara tómur til að byrja með, en þetta er bara reitur sem er gott að hafa alltaf í huga og hann verður svo sterkari og sterkari þegar að þið vaxið. Það fara bara að taka dæmi eitthvað sem þið þekki eins og hopp eða bara, þetta er bara hlaupahjólaleiga almennt. Og svona hvernig þeir gætu að hugsa kannsin hjá sér bara í byrjun. Og þá byrjum við á markhópnum og ég byrja bara á að skilgreina 2 markhópa. Það er bara annars vegar bara fólk sem þarf að komast á milli A og B og svo hins vegar þetta umhverfissinnar sem eru að lifa þessum bíllausa lífstíl. En svo er alveg hægt að kafa sér dýpra ofan í þetta og eins og þá getur til dæmis verið umhverfissinnar sem eru í háskóla, getur þá verið einn markhópur. En það er rosalega gott að byrja bara svona ofarlega og nokkuð almennt og svo kafa sér dýpra seinna og bara gera annan canvas. Og ef við skoðum þá vandamáli hjá hverjum einum, þá fyrir fólki sem þarf bara að komast á milli A og B, það getur verið erfitt að finna leigubíl og hvernig ætlaðu að leysa það, þá höfum við bara nógu mörg hlaupahjól dreifð borgina. Þannig að hver bóksana í lausnarbóksinu samsvarar vandamálinu og þetta á bara mjög einfalt hvernig leysið þið hvert og eitt vandamál. Annað vandamál sem þau eru að díla við er að leigubílar séu dýrir og þá bara leysum við það með því að hafa þetta töluvert ódýrara heldur en leigubíl. En svo ef við skoðum umhverfissinnana, þeirra vandamál getur verið að það bara tekur á langan tíma að labba á alla þessa staði, þannig að leysum það bara með því að hafa þetta getur náð ágætis hraða og svo er það að þeir munu svitna við að hjóla eða hlaupa á staðinn og við leysum það með því að þetta þarfnast ekki neina líkamlegar áreynslu. Og þá erum við virðiskjarnan og annars vegar er þetta bara ódýr hlaupahjól til að komast á milli staða og hins vegar fljótlegur, auðveldur og umhverfisvænn ferðamáti. Svo ef við förum í lykilmælikvarðana og þá hef ég hann að byrja öðrum lit af því að við erum ekki að tala við ákveðin markhóp í þessu, þetta er bara nokkuð almennt. Og það sem að þeir getur pælt í það er fjöldi niðurhala, hversu margar ferðir eru farnar og hver er innkoman, hvað eru að fá mikið inn. Svo ef við förum í dreifileiðarnar, þá það til dæmis umhverfisauglýsingar og þá líka bara hjólin sjálf, en þau eru dreifð víðs vegar borgina og vel merkt, þannig að
það getur komið inn sem dreifileið. Og svo þetta samfélagsmiðlar og svo bara svona umtal, bara fólk byrjar að tala saman hversu frábært þetta er. Og þetta oft tengist líka þessum early adopters, hver eru fyrstu kúnarnir sem að elska þetta, þeir verða svolítið að sjá þannan part fyrir ykkur með umtalinu. Kostnaðarliðirnir þá að kaupa þessi hlaupahjól og launakostnaðurinn og svo markaðskostnaður. Þetta getur verið allavega svona aðal kostnaðurinn, svo auðvitað eitthvað fleira sem kemur hann inn. Og þeirra tekjur koma af prósent af hverri ferð sem farin og svo einnig þau með langtímalegu fyrir fyrirtæki. Og ef við förum í unfair advantage, þá gæti það verið það að fyrstir á markað á Íslandi gæti verið advantage. En það þarf bara að passa það að almennt þá til annar advantage sem heitir fast follower advantage. Og það eru þeir sem að sjá þessar sem eru fyrstir, sjá svona hvað þeir geta gert aðeins betur og þá koma þeir inn með ennþá betri vöru nógu snemma til þess að ná öllum markhópnum. Og það mörg dæmi það í þessum stærstu fyrirtækjum í heimi. Þannig að bara passa sig, þetta getur verið kostur að vera fyrstur á markað, en það þarf alls ekki að vera. Þannig að hérna höfum við þá bara útfylltan canvas fyrir svona rafmagns hlaupahjóluleigu, þar sem að einblínt á þessa 2 markhópa. Og svo, eins og ég segi, getið þið kafað eitthvað ennþá dýpra í hvern markhóp fyrir sig eða fundið annan. Og það á alls ekki að taka langan tíma að fara í gegnum þetta. Það á bara að taka max 20 mínútur. Og eins og ég segi, einu ástæðan þess að þetta hefur náð svona miklu vinsældum að það svo gott að hafa þetta bara útprentað og þetta áþreifanlegt og það þægilegt að fara í gegnum þetta. En þetta svona bara smá hluti af því sem við tökum fyrir í okkar viðskiptahröðlum og ég bara hvet ykkur eindregið til þess að fylgjast með okkur á samfélagsmiðlum þar sem við kynnum öll okkar verkefni. Og eins getið þið alltaf haft bara samband við okkur með því að senda okkur post eða kíkja heimsókn til okkar í Grósku þar sem við verðum staðsett núna frá og með 20. október. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir að vera með okkur í dag og ég vil bara ítreka það sem fram hefur komið að við hlökkum mikið til að taka á móti ykkur og aðstoða ykkur á ykkar vegferð við að láta draumana rætast. Þið getið fylgst með okkur á Facebook síðu Icelandic Startups eða senda okkur netfang á hello@icelandicstartups.is nú eða bara droppaði heimsókn inn í Grósku þegar við flytjum þangað mánaðamótin október-nóvember. Við hlökkum til að sjá okkur. Takk fyrir í dag.